Næst komið að körfuboltanum í Fjarðabyggð. Já, það meira en bara blak og fótbolti þar og hingað ég komið með þjálfara Fjarðabyggðar, Bjarki, velkominn. Takk. Þetta eru nokkri bæir og þegar maður byggja upp körfubolta í einhverjum ákveðnum bæ, eitt hús, kannski tvö, þú með nokkra bæi, hvernig gengur það? Já, þetta mikið púsluspil, en við erum núna með körfubolta sem sagt í Neskaupstað og Eskifirði og Reyðarfirði. En það nú eiginlega þannig að þjálfarinn sem þjálfa í viðkomandi bæjarkjarna sem sagt býr þar, sem sagt, svo að það nú nokkuð auðvelt með það að gera, sko. En liðið, það kemur þá aldrei saman, eða? Já, sko, við reynum að hafa sameiginleg mót, við erum búin að hafa allir 2 núna, en svo eru líka foreldrar mjög duglegir að keyra á milli og það algjörlega opið, sko. Og það þá sérstaklega svona eldri strákarnir sem eru þá að fara á milli. Þannig þið eru að búa til 3 lið sem að geta spila á móti hvort öðru? Já, bara bæði á móti hvort öðru og með hvort öðru, sko. Já. Og þú veist, og við hikum ekki við það þegar kemur á mótum, þá þetta bara blöndum við algjörlega saman, Eskfirðingar, Norðfirðingar, Reyðfirðingar saman í liði, bara hvað henta hverju sinni, sko. Hvernig gengur það fyrir krakkana að koma þarna saman á móti einhverjum í öðru bæjarfélagi og spila saman undir sama merki, sama liði? Krakkarnir eru að alast svo upp hérna í Fjarðabyggð með samaðingar og yngri flokkana í fótbolta. Þau þekkjast alveg rosalega vel innbyrðis. Já. Og það hjálpar. Það ekki nema einhverja 2 vini og þú veist sem þekkjast á milli hverfa og þá svona dregur það aðra með, sko. Og ég var til dæmis að fara með blandaðan hóp frá núna á nettómót í Reykjanesbæ og þá voru bæði Norðfirðingar og Eskfirðingar saman og alveg ég get sagt það bara hér út að krakkarnir blönduðust alveg bara ótrúlega vel, aldrei neitt vandamál. Já, það frábært. Er þetta kannski einmitt lausnina því að nú langt að sækja í næstu liði og það Höttur vissulega á Egilsstöðum en þarna búið þið til svona, innri mót? Já, algjörlega og það eins og þú segir, sko, það bara hittast og þú veist á þessum mótum og það sem blandað í lið og þetta býr til alveg eina heild og þú veist, við höfum til dæmis þá hefð, sko, í lok hverra æfingar koma saman og segja Fjarðabyggð, sko, þetta bara hlutin og þú veist að búa til, sko, stolti, sko, að þau finni það strax að þau tilheyri liði, en þetta liði líka æfa annars staðar. Já, þetta tiltölulega nýtt og ef maður hugsa Fjarðabyggð, hugsa maður fótbolta og ef maður hugsa til þess Neskaupstað, þá hugsa maður ekki neitt annað en blak. Hvernig gengur að koma með svona nýja grein á svona stað? Ég bara held að það bara gangi ljómandi vel, sko. Við erum þarna með svona 20 stráka að æfa og nokkra stelpur og við byrjuðum bara einu sinni í vikunumla og það eiginlega bara sprengdi þessu strax, sko. Svo nú erum við farin að fóta okkur að vera með 2 æfingar í viku og það bara gengur ljómandi vel. Og ég held að, þú veist, með íþróttir, sko, þú veist, það svo gott að hafa mikið í boði, þú veist, eins að svo krakkarnir getur bara valið eftir sínu áhugasviði. Og ég held að það hafi bara verið komið smá bara eftirspurn í samfélaginu eftir einhverju öðru. Svo þetta kannski bara nýtt, spennandi, sko, og svo kannski hverfur sjarminn, en það þetta okkar, þú veist, sem eru í körfunni að reyna að halda honum við. Akkurat. Og það nú kannski helsta áskorunin eins og fyrir þig og þjálfarana að það eitt að koma svo stað en svo það líka að halda þessu við og halda áfram drifkraftinum. Algjörlega, og þess vegna við erum alltaf að taka svona, eins og maður segir, lítið skref. Ég byrjaði nú sjálfur með þetta körfuknattleiksfélag fyrir 3 árum og þá voru náttúrulega bara æfingar á Eskifirði. Núna erum við farin að teygja okkur með æfingar á Reyðarfirði. Þær eru reyndar í samstarfi við ungmennafélagið Val. Já. Og svo núna þá í vetur í fyrsta skipti í Neskaupstað. Og iðkendur núna á þessum núna á 3. starfsári félagsins eru tæplega 90 með þessum 3 byggðarkjörnum sem myndi bara teljast vera ansi gott. Þar að veru rétt rúmlega 70 í það sem við köllum minnibolti, sem sagt 70 bekkur niður úr. Það eru þeir sem æfa á lágar körfur, ekki þessar háu meistaraflokksköfurnar. Já, akkurat. Þetta svolítið fjöldi og þú þjálfar þetta nú ekki einn, þannig að það skiptir líka máli að þjálfa upp þjálfara. Já, algjörlega og við erum bara, allavega núna staðan svolítið, við erum bara svolítið heppin með þjálfara að það eru miklir áhugamenn körfubolta, bæði í Neskaupstað og á Reyðarfirði. Og svona aðeins til þess að létta undir með okkur, þá fengum við núna Serba til þess að koma hérna og hann bæði að spila með meistaraflokknum okkar og að þjálfa á Reyðarfirði.
Þar erum við líka með 2 mjög öfluga þjálfara, Hauk og Heiðar sem hafa staðið sem með prýði og svo aftur í Neskaupstað Anton og Ágúst og svo hef ég svona að mestu leyti tekið einn á Eskifirði. En meistaraflokkurinn, fyrst þú nefnir hann, hvar hann að spila? Já, hann spilar í Neskaupstað. Við höfum nú gefið Íþróttahúsinu Neskaupstað gælunum í Gúlagið og þar spilum við okkar heimaleiki. Við höfum reyndar, ef það eru blakleikir á sama tíma, þá höfum við bara fært leikinn okkar yfir á Fáskrúðsfjörð. Já. Og það bara gengið ljómandi vel líka. Tekið vel á móti okkur þar og oft bara mjög fjölmennt jafnvel á leikjum hjá okkur. En við erum að spila í 3. deild Íslandsmótsins og það er raun og veru D-deildin, ABCD, þess að 4. sterkasta deildin sem er neðsta deildin. Já. Og þú veist, þetta er nú kannski meira svona bara sprikl, sko. Og kannski ekkert voðalega fastmótaðar æfingar þó við séum að æfa svona tvisvar til. Við erum með kannski 2-3 æfingatíma í viku sem eru svona misvel nýttir, sko. En það er nú aðalega bara mætt og spila og haft gaman og svo reynt að smala í hóp þegar leikir. Mesta vandamáli er þetta útileikinir, að taka tíma frá fjölskyldu, að keyra kannski suður eða vestur á Bolungarvík eins og við gerðum í fyrra og eyða þar allir helginni saman. Þetta er einmitt, íþróttir eru fyrir alla. Það þurfi ekki alltaf að vera á einhver afreksstigi, það er allir geta stundað þér og haft gaman að þeim. Já, algjörlega og það er náttúrulega líka hluti af því sem er búið að gerast eins og með meistaraflokkinn okkar að þú veist, ég man fyrsta veturinn minn, það voru örfáir að mæta á æfingar, það var bara erfitt að 5-6 kannski. Já. Núna erum við, það er til dæmis Austfisk utandeild sem UIA heldur utanum, Bólholtsbikarinn og núna erum við hjá Fjarðabyggð með 2 lið þar í skrá til leiks, bara vegna þess að það var bara svo mikil eftirspurn eftir því, sko, og fá að taka þátt. Og það er svolítið göngum út með það, séu allir fá að taka þátt svona á sínum forsendum, sko. Akkurat. Tíminn er runnið frá okkur, ég var með fullt af meiri spurningum, en við verðum að enda þetta núna. Takk hérlega fyrir komuna í settið. Við ætlum að kíkja aðeins út úr húsi á eitt gott innslag.